Erlingur Sigurðarson sem ætlar að fylgja henni úr hlaði, en það tillaga breytingar á uppröðun í áfangaskjali, uppröðun ákvæða í áfangaskjalinu. Erlingur Sigurðarson, gjörðu svo vel. Formaður, góðir ráðsmenn og ráðskonur. Það búið að sjást á tillögunum sem hafa farið frá okkur að við höfum verið að afgreiða svona eftir því sem að við höfum getað unnið þetta, en það hefur ekki verið samfelldur röð á hérna greinunum. Nú ég búin að gera hér á vegum nefndarinnar, við búin að gera hér tillögur samræmda röð sem ég ætla aðeins að gera grein fyrir. Það þessi fyrsti hluti sem hérna á síðunni. Þetta raun og veru A1, þetta væri Alþingi 1. Og svo áfram. Þessar tillögur held ég rökréttar, ég ætla ekki að fylgja þeim eftir hverju einni. En þetta svona reynt að hafa þetta svo rökrétt sem hægt eftir samhengi. Samansíða sem saman á og það mætti við endurskoðun. Þetta saman að greina við þessu, einhverju leyti. Ég þetta væri æskilegt, það eru of stuttar greinar eru góðar en það með ekki vera of stuttur og margar. Það í fyrsta lagi hlutverk og friðhelgi, þessi lýst í eitt skipti fyrir öll. Síðan sé starfstíminn, samkomustaður og svo með eið alþingismanna, eða þeir undir í teðstaf. Sjálfstæðar alþingismanna, greiðarnar eru þarna með. Síðan sé vikið að störfum þingsins, þingforseta. Og þingsköpinn ættu að vera þarna einhvers staðar með, það svona spurningin svolítið hvað þeir kemu. Þingnefndir, sem starfshættir, séu bundinni þingnefndir. Fundir Alþingis eru haldnir í heyranda hljóði, það sé nauðsynlegt að það komi undan öðru en starf Alþingis. Svo spurningin hérna, það sem ég kem að því með ríkisstjórnar þáttu kaflan, þá hérna tengsl á milli sem þarf að athuga. Meðferð þingmála og afgreiðslu þeirra. Hér getur staðfesting laga komið inn í og birting laga. Sem þessi 16. grein sem var í síðasta skjali birtingu laga, hún ætti að koma hér inn í. Sem 15 hér og það væri áður staðfesting laga og það þá spurningin hvort að forseti undirrita það. Þetta ósamin grein. Hvort að forseti undirrita það eða forseti Alþingis eða báðir. Skattlagningarvaldið hefur ekki verið birtar tillögur en þær eru til flestum þessum greinum á vinnslustigi og frumvarp til fjárlaga er einnig eftir, fjárstjórnarvaldið er eftir. Svo það nefndirnar, þær komið þetta hver annarri og hagsmunaskráning og friðhelgi þingmanna og missir kjörgengins og þingrof sem þá allra síðast þegar allt búið. Það var þingrofið síðast. Og þá það spurningin að forseti Íslands rífur Alþingi að ósk þess eða sem eðlilegt ef hann settur það. Svo koma forseti Íslands og ráðherrar og embætti og það gert ráð fyrir að það verði skipt í 2 flokka. Annars vegar fyrir sem fjallar forsetann og hins vegar ríkisstjórnina. Ekki gert ekki með ráðherrum undir forseta í einum kafla. Þessir textar sem eru þarna voru lagðir inn í þessari númeraröð í síðasta skjali. Það ekki gera grein fyrir því frekar held ég. Aðrar greinur forseta F12. Þær séu ósamdar en þá skilgreiningar á hlutverki og svo eitthvað meira störfans. Síðan kemur ríkisstjórn og ráðherrar og þá stöndum við fram fyrir þessu að gömlu ákvæðum ríkisráð í raun og veru ríkisstjórnar ákvæði samkvæmt tilskipuninni frá 1943 sem í gildi. Og þetta til marks það að ráðherrar hafi í raun og veru svolítið undir sér valdi að fara fram hjá forseta í gegnum tíðina. Það sem hefur verið gert.
það er spurningin skilgreiningu á ríkisstjórn og hlutverk hennar og aðkomu og setutími ráðherra og stjórnarmyndun blandast þær inn í. Svo er spurningin þetta með R5, ráðherra og alþingi. Það er svona eðlilegt að taka þennan kafla upp í hérna alþingiskaflanum líka, eða mennskustu 3. málsgreinina. Sé alþingismaður skipaður ráðherra við konum þingsettum með hann en gegnir embætti og tekur vara með þá sætt hans. Það er sennilegt að þetta þurfi að vera báðum megin eða vísa á milli. Og svo upplýsingaskyldu og skýrslu ríkisstjórnar. R9 er kafli bráðabirgðalög. Svolítið erfitt að koma honum fyrir einhvers staðar innan kerfisins. Þetta er ekki að segja í þessu efni að eins og ég sagði að ég vildi engin bráðabirgðalög hafa. Ef að meirihluti er á öðru sinni þá ræður hann við það. En þegar alþingi situr allt árið þá minni ekki þörf á bráðabirgðalögum. Þú oft heyrir í pressunni tala það að heimta bráðabirgðalög þegar alþingi situr. En það er spurningin þetta hvort bráðabirgðalög eiga heima hér, hvort það passar í þessu skipulagi sem við erum að segja þegar ráðherra hafa ekki löggjöfarvald. Og ef að ráðherra undirrita ekki lög að jafnaði, hvort ekki þá gefur bráðabirgðalög. Þetta þarf að athuga að setja í annar staðar í kafla einhvers staðar. Svo er það starfsstjórn, getur ráð fyrir hér að vantraust og starfsstjórn komi hér inn sem greinar og það er, við bættum inn hérna nokkrum tölum, hér er ósamda eða ófrágengna kafla. Þannig að það er svona nokkur veginn séð út fyrir hvað við eigum eftir að fyrir það sem að myndi þá fundu upp á þetta til viðbúðar. Þetta síðasta sem heitir hérna stjórnsýslu og eftirlit. Það eru þessi embætti sem að falla hafa ekki fallið undir neinn einhvern veginn og fórst ekki með nota þau til eftirlits með forseta sem æðsta mann. En þetta er svona sett segir fram sem óraðað, óvíst hvar það heima og það væri fróðlegt að fá að vita tillögur mann það. Þetta er embættismenn, skipan embættismanna, skipan umboðsmanns almennings, ríkissaksóknar og ríkisendurskoðunar og ef til fleira. En þetta væri þá hugsað sem að fylla inn í aðra kafla. Takk fyrir.